Áttu ykkur á þessu? Þannig þetta svona getur virkað. Og það sem að þessi hugræna atferlismeðferð segir, hún segir að við getum sem sagt haft áhrif á þetta. Hér dæmi, maður hefur áhyggjur af heilsu eða framtíðinni og maður hugsar kannski, ég verð alltaf veik eða veikur og ég mun aldrei geta gert það sem ég gerði áður. Það var nú kannski eitt ólíklegt að maður verði svona kannski pínu dapur, upplifir smá vonleysi og þegar maður verður svona smá dapur þá verður maður kannski svolítið þyngri og þreyttari og orkulausari og finnst maður svona ekki geta eins mikið. Maður kannski gerir þá ekki neitt af því manni líður þannig, það hefur hvað sem enga orku neitt og leggst bara fyrir og gerir ekkert og kemur engu í verk og þá fær maður bara staðfestingu, já ég hefði rétt fyrir mér, ég get ekki neitt, ég alltof veikur. Þannig að þetta getur verið svona vítahringur sem maður getur dottið í og hérna ef að maður leyfir honum að halda áfram þá kannski hætta á því að maður bara veslist upp og láti veikindin algjörlega taka yfir. Það hægt að, segir hugræna atferlismeðferðin, hún segir það hægt að hafa áhrif á þessa hugsun. Við getum endurmetið þessa hugsun. Við getum sagt, já, kannski við ferum eftir ráðleggingum og gera það sem læknirinn og heilbrigðisfólki segir, þá mun ég kannski ná mér aðeins og líða betur. Og ef við hugsa svona, þá kannski kemur smá bjartsýni, smá von, kannski aðeins meiri styrkur. Og ég prófa að framkvæma eitthvað verkefni sem að ég tel mig mögulega ráða við. Og svo gekk það kannski bara vel og ég get kannski hugsað, já, kannski get ég bara meina ég hélt. Þá erum við búin að breyta þessu neikvæða vítahringi aðeins svona uppbyggilegri hugsunarferli. Og það talað það og það ekki bara, þetta ekki bara talað þetta vísindalega sannað að jákvæðar uppbyggilegar hugsanir, það gefa okkur meiri orku. Vegna þess að það virðast boðefnaflutningurinn í heilanum, í taugaboðunum, hann verður hraðari ef við hugsum jákvætt og uppbyggilegt. Hann hægir á sig þegar við förum í neikvæða svartsýnishugsanir. Og þar að leiðandi þegar við hugsum jákvætt og boðefnaflutningur verður hraðari, þá kemur svona meiri framtakssemi og orka í kerfið okkar og við ráðum frekar við hluti. Og það sem þarna, þessi tveir kassarna aðeins dektir, að það sem sagt talað að maður getur haft áhrif á hugsunina, en svo getur maður líka haft áhrif á atferlið. Við getum líka bara prófað að gera eitthvað. Oft kannski miklu við eitthvað fyrir okkur. Ég mun ekki geta, ráðið við þetta verkefni, ég get ekki sinnt þessu verkefni. Þetta verður allt og erfitt. Hvað besta leiðin að komast að því hvort maður reyður við það ekki? Prófaði það ekki. Kannski fær maður staðfestingu að þetta var of erfitt og maður reyði ekki við það, en líkurnar á því að maður ráði við það eru kannski jafn miklar. Þannig að prófa að gera svona atferlistilraunir, þær geta líka skapað aukna orku, jákvæðni og svona uppbyggilegri hugsanir. Hvað finnst ykkur þetta? Þetta eitthvað sem þið prófaðu okkur sjálfum að prófa að hafa svona áhrif á hugsanir? Þetta er jákvæð hugsun. Já, akkurat. Þannig ef maður tekst á við það sem framundan, þá kemur svona orka og jákvæð hugsun. Staðan fyrir ef maður hugsa, það getur líka verið jákvæð hugsun svona kannski undanfarið, þó maður átti sig ekki alltaf á henni, að maður veit jú, ef ég helli út þetta, þá veit ég að þetta gengur. Stundum hugsunin undan, stundum hugsunin jafnvel eftir, sem sagt staðfestingin á það að þetta gekk. Aðalatriðið nú samt að fara á stað. Aðalatriðið að fara á stað, já, það alveg sammála því. Frá minni hálf. Já. Það náttúrulega stundum þarf maður að tala þessu svolítið til þess að fara á stað. Og það kannski þessi breyting á hugsun.